Sýna þarf styrk forsætis- og bankamálaráðherra samkvæmt sérstakri almannatengsla áætlun sem unnin var fyrir forsætisráðuneytið. Jafnframt þarf að vernda forstjóra fjármálaeftirlitsins fyrir fréttamönnum. Sýna verður fjölmiðlum að ríkisstjórnin er stolt og forsætisráðherra, bankamálaráðherra og forstjóri fjármálaeftirlitsins eru sterkir. Þetta er meðal þess sem kemur fram í áætlun sem hernaðarsérfræðingur hefur unnið fyrir forsætisráðherra. Kastljósið hefur undir höndum aðgerðaráætlun sem norðmaðurinn Björn Ríkharð Jóhansen vann fyrir forsætisráðherra fyrir 16. október. Þetta var eftir þjóðnýtingu bankana og daginn áður en kosið var til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og áður en greint var frá því að ríkisstjórnin hefði óskað eftir aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Jóhansen var ráðandi starfa fyrir forsætisráðuneytið í upphafi bankahrunsins, en hann hefur sérhæft sig í upplýsingastjórnun á erfiðum tímum. Áætlunin ber þess vitni að Jóhansen hefur hernaðarlegan bakgrunn. Blaðið sýnir fjölmiðlaáætlun dagsins. Þar kemur fram að Geir H. Haarde forsætisráðherra eigi að leggja áherslu á góðan anda í ríkisstjórninni, að erlendir fjölmiðlar fái engin sjónvarpsviðtöl þennan dag og ljósmyndaáætlun er nefnd. Finna verði svonefnt Kodak augnablik dagsins, en forsætisráðuneytið hefur sérstakan ljósmyndara, Halldór Kolbens, á sínum snærum og helstu blaðamannafundum. Einnig kemur fram að sýna verði fjölmiðlum heim allan að ríkisstjórnin hafi frumkvæðið og sé stolt í broddi fylkingar. Forsætisráðherrann sé sterkur, ráðherra bankamála sé sterkur, sem og forstjóri fjármálaeftirlitsins, en hins vegar eigi að vernda hann fyrir fjölmiðlum. Þá hefur Jóhansen lagt drög að ræðum eða ummælum Geirs. Þar segir meðal annars að ríkisstjórnin hafi gripið til ákveðina aðgerða og leggi hart að sér við að finna lausn mála. Blaðið er dagsett viku eftir að bresk stjórnvöld ákveða beita hryðjuverkalögum gegn Íslendingum. Í ræðu drögum handa Geir hefur Jóhansen skrifað nokkur lykilatriði. Meðal annars að forðast eigi að leyfa efnahagsglundroðanum að breytast í milliríkjadeilu. Jóhansen gegndi áður starfi upplýsingafulltrúa Glitnis í Noregi. Hann sendi frá sér fréttatilkynningu fyrir Glitni 21. október, 5 dögum eftir að umrædda leiðbeiningar til forsætisráðherra eru dagsettar. En Jóhansen sér ekki einn tengsl forsætisráðherra við fjölmiðla. Fyrir stuttu var Kristján Kristjánsson ráðinn upplýsingafulltrúi forsætisráðuneytisins. Eftir ríkisstjórnarfund í morgun svaraði Geir spurningum blaða og fréttamanna í 2,5 mínútu eða þangað til upplýsingafulltrúin batt enda á þennan óformlega blaðamannafund. Finnst þér að Björgvin og Þórunn eigi að víkja út af þessum orðum? Nei. Prime Minister, what do you say to the international community now the IMF has agreed this? Excuse me, I have some foreigners here I need to attend to. Norskur hernaðarsérfræðingur ríkisstjórnarinnar vill hafa blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar síðdegis til að sjónvarpsstöðvarnar og blöðin hafi minni tíma til að vinna úr fréttum af fundinum. Þá var upplýsingafulltrúum bankana sagt að tjá sig ekki og forstjóri fjármálaeftirlitsins sérstaklega verndaður fyrir fjölmiðlum. En byrjum á þessum ráðum sem ríkisstjórnin hefur fengið frá hinum norska hernaðarsérfræðingi en Helgi Seljan skoðaði þetta mál. Eins og fram kemur í áætlun ríkisstjórnarinnar samskipti við fjölmiðla frá því í miðjum síðasta mánuði og sagt var frá í fréttum áðan, er það ákvörðun ríkisstjórnarinnar að lýsa yfir stuðningi við forstjóra fjármálaeftirlitsins sem sagður er sterkur í bréfinu, líkt og ráðherrarnir 2 sem komu fram fyrir hönd ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundum fyrst eftir fall bankana. Ætlaðum aðtókostin getum ekki fengið að tala eins við Jónas. Eins og Kastljós hefur ítrekað sagt frá hefur Jónas F.R. Jónsson, forstjóri fjármálaeftirlitsins, ekki verið til viðtals í hátt á 2 mánuð. Það er ekki tilviljun samkvæmt þessu en heimildamenn Kastljós sem sátu fundinn með Björn Richard Johansen, norska sérfræðingnum í upplýsingastjórnun, segja að þar hafi hann gefið í skyn að líklega muni sú vernd sem hann og ríkisstjórnin telja nauðsynlega fyrir forstjóra fjármálaeftirlitsins vara lengur en gert er ráð fyrir í skjalinu. Á blaðamannafundi forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar í dag voru þau spurð út í þögn forstjóra fjármálaeftirlitsins. Hefur forstjóra fjármálaeftirlitsins skipulega verið haldið frá fjölmiðlum? Forstjóra fjármálaeftirlitsins? Nei, það hefur hann ekki verið. Ekki hef ég neitt með hann að gera. Ég kannast ekki við að hann hafi eitthvað verið sérstaklega þegið þunnu hljóði. Á fundi almannatenglana íslensku með hinum norska sérfræðingi voru einnig viðstaddir upplýsingafulltrúar bankana. Samkvæmt frásögn heimildamanna kom fram í máli upplýsingafulltrúana að eftir yfirtöku bankana hafi þeir fengið skýr skilaboð að svara ekki spurningum fjölmiðlamanna atriði tengd bönkunum. Tímasetningar blaðamannafunda forsætis- og bankamálaráðherra dagana og vikurnar eftir fall bankana voru heldur engin tilviljun samkvæmt sömu heimildum.
Þannig mun norski sérfræðingurinn hafa lýst því yfir að sú ákvörðun að hafa fundina síðdegis hafi gagngert verið tekin svo að blaðamenn hefðu sem minnstan tíma til að vinna úr þeim yfirlýsingum sem þar komu fram fyrir fréttatíma þá kvöldið og blöðin næsta morgun. En svo margir eflaust muna voru fyrstu blaðamannafundirnir haldnir snemma dags en tímasetningar þeirra færðust svo fram yfir hádegi til síðdegisins á nokkurra daga tímabili. Meira að segja sú tilhugun var samkvæmt því sem ráðgjafinn upplýsti á fundinum gerði nokkrum skrefum, svo fjölmiðlar eru þess síður varir að verið væri að færa fundina fram á síðdegið. Einnig vakti athygli heimildarmanna Kastljós á títtnefndum fundi með norska sérfræðingnum að samkvæmt orðum hans var beinlínis ákveðið að dregið yrði úr tíðni blaðamannafunda til þess að minnka straum erlendra blaðamanna til landsins eins fljótt og hægt væri svo minnka mætti sem fyrst umfjöllun ástandið á Íslandi.